við Jón höfum stundum uppteknir af Sýn og við rætta mikið og Sýn búin að vera talsvert í fréttum og og svo birtist eiginlega sko einhver niðurstaða núna sem að ég átta mikið alveg á eins og það kynnt og ég var nú að hlusta á Herdísi forstjóra Sýnar á Bylgjunni í morgun og þetta svona eins og þetta kynnt þá virðist þetta fyrst og fremst vera sko nafnabreyting. Hvernig sér þú þetta þegar þú horfir á það sem að gerast hjá þeim? Sko ég bara ekki náð að rýna í hvað meira felst í þessu heldur en að bara Stöð 2 og Vodafone séu slegin af. Hvað sýnir sér að gerast þetta? Þetta svona tvíþætt. Í grunninn þá það oft þannig að Sýn hefur lengi vel verið svona vörumerki fyrir húsnæði eða samastaður fyrir fjölda vörumerkja. Stöð 2, Vodafone, Bylgjan og hvað allt sem hann heitir. Og nú ætlaði þá meðal annars að það fara út úr Vodafone og hins vegar Stöð 2. En ég líti í grunninn á þetta ólíkum augum. Varðandi Vodafone, sko, ég skil vel að með kannski vilji setja það til hliðar og spara einhvers konar leyfisgjöld sem ímynda mér séu há, hvað þetta varðar, sko. Og það kannski, ég skiptir ekki öllu máli kannski hvort þú ert áskrifandi hjá, hvort það heitir tali eða hvað það er. En í leyfisgjöldum fylgja oft ýmis sko svona franchise ef þetta einhver slíkur samningur, þá fylgja náttúrulega ýmis sko þjónusta líka með franchise-inu. Þannig að það hafa talað um að þau muni fá áfram semja með einhvers konar samstarf þar á það. Já. En greinilega ekki með nafnið. En ég held að, eins og ég held að ef það dýrt að leiða þetta nafn sem ég ímynda með að sé, þá örugglega hagræðingartækifæri að skipta það nafn. Já. Og til þess að gera, þú ert með fasta kúnna og allt þetta, sko. En varðandi Stöð 2, þá þetta vörumerki sem ég lifað með þjóðinni ansi lengi. Ég er 42 ára og ég var 30 ára í rauninu þegar Stöð 2 stofnuð. Og ég held að þetta sé svona vörumerki sem margir eru svona tilfinningalega tengdir og eiga marga góða minningar. Ég meina bara frá því bara pínulítið þá var maður að horfa á AFA barnaefnið og fjölskyldan að horfa saman á Home Improvement og allt þetta, sko. Þannig að þú hugsa Stöð 2, þá held ég bara margir hugsa með hlýju. Þetta er alltaf svona eitthvað svona skemmtilegar upplifanir þannig að þú veist að horfa á eitthvað skemmtilegt sjónvarpsefni og þannig að taka það vörumerki út finnst mér hættulegt í grunna. Já, við erum hvoru kannski sérfræðingar í svona vörumerkjafræðum, en þetta er góð punktur hjá þér. En í grunni, sko, að því það er ódýrara að reka færri vörumerki heldur en fleiri, sko. Þannig að það getur verið fjárhagslega hagkvæmt að auglýsa eitt vörumerki frekar en 3 og annars slíkt. Já, það er þannig að ég mynda mér að það sé einhver slík vangavelta og ég sjá til dæmis bara sjónvarp Símans ekki lengur Skjár 1 eins og var í den, sko. En á móti kemur lengi vel var Skjár 1 alltaf frísjónvarp, þannig að það var svona kannski stærra skref þegar það verður svo áskriftasjónvarp og þá kannski var skynsamlegt að skipta nafn líka. Já. En eins og nefnir að bara vörumerki Stöð 2 og fréttastofa stöðvar. Nú verður þetta fréttastofa Sýnar og líka Sýn hefur kannski mikið til verið tengt við, nú hefur bara verið lengi í miklum hagræðingum, þannig að þú hugsa Sýn að það var kannski uppsagnir og fleira, sko, þannig að vörumerki sem slíkt gæti verið í einhverjum mótvindi til þess að byrja með. Já. Þú hefur ekki þessa tilfinningu gagnvart í raun og eins og Stöð 2. Já. Við erum kannski ekki búin að fá að sjá nógu mikið á spilin. Eins og ég var að segja, ég hlustaði á hana Herdísi í morgun og þá var þetta svona fyrst og fremst verið að tala um þessa nafnabreytingu sem að ég skil vel að þau vilji kynna mjög vel. En við kannski eigum eftir að fá að sjá meira á spilin hvað í þessu felst og auðvitað hafa menn verið með vangaveltur um að einhver starfsemi verði lögð, það nú þegar búið að tilkynna einhver af þessum undirrásum verði lagðar af. Ég kann ekki fara með þar allar, sko, þannig að maður ekki alveg... Og svo aftur maður ekki alveg nógu vel inn í þessu að því þau halda Bylgjunni og Vísi, þú veist, af hverju Bylgjan ekki Sýn, af hverju Stöð 2 Sýn til dæmis? Já, það er alveg rétt, sko, Bylgjan er auðvitað sterkt vörumerki. Að mörguleiti Ég er alls ekki að mæla með þetta en ég bara velti fyrir mér svona í þessu. Já. En við getum kannski sagt að við höfum svolítið, sko, við hluthafarnir, við höfum eftir að fá að sjá hvað í þessu felst, sko, vegna þess að það þetta er gengið, þetta er varnarviðbrögð, það er búið að vera mjög erfitt hjá hluthöfum Sýnar og gengið lækka verulega, þannig að þetta er, við höfum kannski eftir að sjá meira á spilir.